Kæru vinir, gaman að sjá okkur hér í dag og eins og komið var inn á áðan, alltaf gaman að vera hér í aðdraganda kosninga. Það hefur reynst okkur vel að koma saman hér í Fjölbraut í Garðabæ aftur og aftur. Mér langar til að byrja á því að segja að mér finnst ekki sjálfsagt að finna fyrir því hversu margir eru að taka þátt núna. Það er virkilega hugreistandi, það gefur okkur gríðarlega mikinn styrk í öllum kjördæmum, öllum frambjóðendum okkar, öllu fólkinu sem er að starfa í þessu allan daginn. Það gefur okkur aukinn kraft að finna fyrir ykkar nærveru, ykkar þátttöku, ykkar stuðningi í þeirri baráttu sem nú stendur yfir og endar á kosningunum í lok næstu viku. Ég trúi því að þessi stuðningur ykkar, þessi barátta hvers og eins úr Sjálfstæðisflokknum allt land muni tryggja að í lok næstu viku, þegar talið hefur verið upp á kössunum, þá verðum við áfram stærsti flokkurinn. Við munum gera okkar sem erum í framboði, en ég get sagt ykkur alveg eins og við værum ekkert án ykkar stuðnings. Og ég er þakklátur fyrir allar kveðjurnar, öll handtökin, öll símtölin, allt það sem þið hafið verið að gera á undanförnum dögum og ætlið að hjálpa okkur við að landa á næstu dögum. Og í dag var góður dagur. Í dag sáum við vexti lækka. Baráttumál. Ein af ástæðunum fyrir því að ég sagði í vor, við verðum að halda stjórnarsamstarfinu áfram til þess að tryggja framgang ákveðinna mála. Við verðum áfram að berjast gegn lækkun verðbólgunnar og fá niður vexti. Við þurfum að ljúka málum hér í þinginu sem að varða landamærin og hælisleitendakerfið. Og við verðum að ljúka málunum að Guðlaugs Þórs sem að lágu fyrir þinginu og hefur verið beðið eftir lengi einföldun sameiningarstofnana og þannig brautin rautt fyrir nýtingu grænnar orku. Og þetta gekk ágætlega eftir á vorþinginu, svo fór aðeins að harðna á dalnum og ég mat stöðuna þannig fyrir nokkrum vikum að það borgaði sig ekki að láta reyna á frekara stjórnarsamstarf vegna þess að ég trúði því að með þeim fjárlögum sem þá voru komin fram í þinginu þá gætum við fengið vaxtalækkunina og við þyrftum að fara að beina sjónum meira að framtíðinni en ekki eyða kröftum okkar í áframhaldandi ágreiningum mál sem engar líkur voru á að við getum náð sáttum við Vinstri græn Þess vegna tókum við þessa ákvörðun. Og það sýnir sig í dag að við vorum á réttri leið þá þegar. Og það sýnir sig í dag með 0,5% í vaxtalækkun að við höfum verið að skila aðhaldi í ríkisfjármálum eins og Seðlabankinn sýndi í dag alveg frá 2022 og þetta skiptir raunverulega miklu máli. Fyrir venjulega fjölskyldu með 40 milljóna óverðtryggt lán, 40 milljóna óverðtryggt lán, þá þýðir svona 0,5% vaxtalækkun, hún þýðir 190.000 krónum minni greiðslur á ári. Það munar verulega það. Og það munar það að nú eru allir farnir að spá því að verðbólgan haldi áfram að lækka og þannig hefur brautin verið rudd fyrir áframhaldandi vaxtalækkanir og 1,5% í viðbót. Hvað myndi það gera fyrir þetta sama lán? Já, það myndi létta hana aftur 560.000 á þessu óverðtryggða 40 ára láni. Og svo koll af kolli. Og þegar að verkefninu lokið sem að við höfum sett sjónir á, þá getum við gert ráð fyrir því að við slíkt venjulegt lán sem að margir hafa verið með á undanförnum árum, þá geti greiðslubyrðin á árinni minnkað á aðra milljón. Þetta er alvöru mál. Þetta eru alvöru stjórnmál sem að snerta beint heimilin í landinu. En stjórnmálaumræðan, hún hefur dálítið átt það til að fara að hverfast hluti sem að minna varða hag heimilana, minna varða það hvernig er að koma upp fjölskyldu, hvernig er að ná endum saman, koma þaki yfir fjölskylduna. Það er stundum aðeins of mikið rætt hluti sem að minnu varða fjölskyldunar. Á að segja öll eða allir þegar maður opnar Facebook viðburð.
Eigum við að kjósa mennskuna? Er það sem að kosningarnar snúast Eða róttæka skynsemishyggju, eða kannski mennska rökhyggju, eða hvað ætla menn að fara í margar hringi með þetta? Má ég spyrja, á að strika 1 aukaleikara út hjá Samfylkingunni eða 2? Alla eða öll? Þetta getur við rætt. En við þurfum að muna ávallt hvers vegna við erum í stjórnmálum, hvers vegna við höfum lagt þessa vinnu á okkur fyrir fólki í landinu. Þetta er ekki eitthvað leikrit. Það er forgangsmál hjá okkur, hefur verið. Við höfum verið mjög skýr með það að verðbólgan þarf að lækka, vextir verða að koma niður og nú er það að raungerast og við ætlum að fylgja því eftir af fullum krafti. Það má segja að verðbólgan miðað við það mælingar sem við sjáum í dag, hún er eiginlega svona í frjálsu falli og spár gera núna ráð fyrir því að verðbólgan verði bara innan nokkura mánaða komin nálægt verðbólgumarkmiði. Tóku eftir því að Seðlabankinn var að uppfæra spá sínum verðbólguna í dag. Núna bara inn á næsta ár, heilu prósentu lægri spá Seðlabankans verðbólguna á næsta ári. Þetta eru verulega góð tíðindi. Það voru mörg góð tíðindi frá Seðlabankanum í dag. Ég trúi því að þetta sé bara forsmekkurinn af því sem að koma skal. Þetta ásamt öðru sem við höfum séð vera að þokast í rétta átt, málin sem við höfum klárað í þinginu og það sem við erum með á prjónunum, gefur okkur góð fyrirheit inn í framtíðina. Þessi breyting, vaxtalækkanir, betri horfur verðbólgu, þetta er að takast samhliða litlu atvinnuleysi á Íslandi, mjög lítið atvinnuleysi. Það er allt annað heldur en til dæmis á evrusvæðinu. Þar hefur atvinnuleysi sérstaklega hjá ungu fólki verið mikið vandamál langan tíma. Og Evrópski seðlabankinn, hann hefur verið að tala áhyggjur sínar af skuldakreppunni. Það verður vandamál í Evrópu á næstunni ef ekki tekst að ná tökum á þeim miklu skuldum, opinberu skuldum sem að menn eru að glíma við þar. Það er raunverulega verið að tala skuldakreppu í þessu gamla draumalandi sumra vina okkar sem nú eru í viðreisn. Og hvað er að gerast hér á sama tíma? Á sama tíma að Evrópski seðlabankinn er að segja þetta. Jú, hér er verið að opna bækurnar, sýna bara nákvæmlega útreikningana og þar sjáum við að efnahagsbatinn á Íslandi hefur í raun og veru verið í algjörum sérflokki. Við höfum séð meiri fjárfestingu heldur en að við gerðum ráð fyrir nokkrum árum síðan. Hún hefur tekið verulega mikið við sér. Við höfum séð kaupmátt vaxa á Íslandi 11 ár í röð. Þessu er ekki fyrir að fara í löndunum í kringum okkur og inn á evrusvæðinu. Við erum búin að endurheimta þjóðarframleiðsluna eins og við spáðum henni inn í framtíðina áður en að COVID skall á og það mikla áfall hefur ekki stoppað okkur vegna sem við fengum viðspyrnu. Menn eru enn að reyna að endurheimta þjóðarframleiðsluna í löndunum í kringum okkur. Þetta eru allt saman mjög góðar fréttir. En þrátt fyrir þetta, það er alveg bara furðulegt, stórmerkilegt, þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að það sé svo augljós hvernig við höfum náð okkur miklu betur á strik og við höfum sem hagkerfi vaxið miklu hraðar en Evrópusambandið og reynda Bandaríkin líka undanfarin 10 ár, þá er maður farin að heyra svona tjú í Evrópulestin aftur. Það er aftur farið að láta svona skína í það að það geti verið góð hugmynd að dusta rykið af Evrópustefnunni og stefna á einhverjar viðræður við Evrópusambandið. Hvað ætli sú stefna eigi að heita? Kíkjum í pakkan aftur. Það er búið að skoða þetta mál. Það hefur engin EFTA-þjóð verið jafn lengi í viðræðum við Evrópusambandið eins og Ísland reyndi að vera. Allar aðrar þjóðir voru búnar að klára það mál. Og það er tómt mál að tala einhverjar atkvæðagreiðslur ef að það er ekki skýr meirihluti á þinginu fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Það er það sem þarf að vera til staðar. Og þess vegna skipta kosningarnar miklu máli, meðal annars í Evrópusamhenginu. Vegna þess að þeir sem ætla ekki að eyða tímanum í það þurfa að fá sterka kosningu, fjölda þingmanna og skýr rödd á þinginu þarf að heyrast frá þeim sem eru þannig þenkjandi. Þetta skiptir máli. Við vitum alveg hvað ESB-pakkinn hefur að geyma. Það þarf ekki að kíkja hann aftur. Þar eru lægri laun, þar er meira atvinnuleysi, þar er minni nýsköpun, færri tækifæri og við skulum ekki leyfa þeim að draga upp einhverja nýja mynd af þessu eins og það sé eitthvað sem við vitum ekki
hvað hefur að geyma. Einhvers konar Evrópusambandið.ai gæti það heitið. Það er hins vegar til Bjarni Ben AI. Það er allt annað mál. Hann er ágætur og hann hefur komið mörg góð svör og komið skemmtilega óvart. Þó að Gísli Marteinn sé kannski ekki jafn ánægður með hann. Það verður að hafa það. Það er dálítið sorglegt, maður er farin að líta á það sem mikið hrós þegar að Gísli Marteinn og vinir hans þarna í settinu eru ósáttir við mann. Þessi kosningabarátta, hún hefur verið margt mjög sérstök. Það er svona smá steikingarlykt af mér hérna. Ég var að steikja eitthvað lambarétt í dag með landsliði matreiðslumanna og maður er látinn taka þátt í alls konar sprelli, skera út grasker og hvað þetta allt saman er, borða sterka vangi. Maður er kynnist nýrri tónlist sem að krakkarnir eru að hlusta á og já, ég meina Þórdís og Áslaug Arna voru í beinni útsendingu að tala við fjölda manns í gær og Jenni, ég sá hann okkar mann fyrir norðaustan dansa eitthvað furðudans og hvað var ekki Guðrún Hafsteins að taka þátt í ískeppni. Vel gert hjá hann að þekkja kjörísinn. Hvernig gat hún þekkt hann, maður? Þetta er nýr veruleiki. Við viljum vera þar sem fólk er og þá bara tökum við þátt í þessu og við ætlum líka að sýna þessi gaman. Er ekki gaman? Ég meina, ég er ekki að reyna að halda því fram að sé jafn gaman eins og með Ölmu og Víði á bingokvöldi. En þú veist, ég held að sé samt gaman. Alveg nógu gaman. En kæru vinir, þessar kosningar snúast framtíðina. Og eins og að horfum við mér, þá eru tvær leiðir í boði. Mér fannst Þórdís koma vel inn á það hérna áðan. Það er annars vegar einhvers konar Reykjavíkurmódel. Reykjavíkurstjórnin sem vill hækka skatta, auka ríkisútgjöld og færa ákvörðunarvald fleiri mál til Brussel. Eða sú leið sem að hefur alltaf gefið best, alltaf reynst Íslendingum, öllum landsmönnum mjög vel og fært okkur í fremstu röð meðal þjóða. Og það gengur út á það að huga því hvernig við getum létt byrðar fólks, auðveldað í tilveruna, greitt götu þeirra sem að vilja láta til sín taka, hugað að samkeppnisskilyrðum atvinnustarfseminnar, trúa á tækifærin á Íslandi og fólkið í landinu. Það er og verður alltaf best til þess fallið að skapa góð lífskjör. Sjá til þess að fólk geti sjálft skapað sína framtíð, lifað á eigin forsendum, fundið viðspyrnu í samfélagi sem stendur með því. Það mun á endanum skila meiri árangri fyrir okkur öll. Og ég veit að margir eru í svona kosningabaráttu þreyttir að heyra mann tala löngu liðna hluti og árangur fortíðarinnar, en ég verð samt að segja, ég meina við höfum bara það góða sögu að segja, við megum aldrei sleppa því að minna á hverju okkar áherslur hafa skilað. Af því að þær hafa skilað raunverulegum árangri fyrir fólki í landinu. Og það er alveg sama hvort að maður talar tollamálin eða tryggingagjaldið, tekjuskattinn og fleiri hluti sem byrja á T. Þetta átti nú að vera grín, en það er bara einfaldlega svo mörg að taka. Við getum nefnt það sem við höfum verið að gera í því að afnema skerðingar og ég er verulega stoltur og við öll sem að höfum verið á þinginu af því sem hefur gerst í nýsköpunargeiranum á undanförnum árum, þar sem við höfum algjörlega umbylt umhverfinu og við höfum séð frumkvöðla að tala Ísland sem sérstakan draumastað þeirra sem vilja vera í nýsköpun og við höfum séð það í útflutningstekjunum að þar eru frábærir hlutir að gerast. Hluti af þessari vinnu sem við höfum unnið síðustu 10 ár var einmitt að afnema ýmsa skatta sem að Jóhönnustjórnin hafði komið á. Og það tók ekki langan tíma, en það var rosalega mikilvægt verkefni. Og við bara megum ekki leyfa því fólki að hefjast handa á ný að fara að þvælast fyrir landsmönnum og atvinnustarfseminni sem hér þrífst vel í dag. Það bara má ekki gerast.
Okkar leið er bara áfram með sömu megin áherslurnar. Léttum byrðar allra kynslóða. Ég ætla að segja ykkur, við erum sérstaklega að horfa til ungs fólks í dag vegna þess að ég hef áhyggjur af því þegar maður sér fæðingartíðnina lækka jafn mikið eins og tölurnar sína. Það er ekki sér íslenskt vandamál, það er að gerast víða um heim, en við verðum hér að bregðast við. Við viljum styðja fólk til barneigna og það ætlum við að gera með skattaafslætti með hverju barni sem er undir 3 ára. 150.000 krónur í skattaafslátt með hverju barni undir 3 ára. Þetta er fólk sem er að jafnaði, að hefja svona lífsbaráttuna, koma út í lífið, koma yfir sig þaki, koma jafnvel úr einhvers konar námi, hefja starfsferilinn, eignast börn og við viljum standa með þessu fólki alveg sérstaklega. En við viljum gera fleira. Við viljum auka frelsi til þess að ráðstafa þessu 12 mánaða orlofi og höfum alltaf talað fyrir því að það þurfa að vera sveigjanleiki fyrir fólk til þess að nýta þessa 12 mánuði. Það viljum við gera. Við viljum líka auka stuðning við tæknifrjóvganir, mál sem að þingflokksformaðurinn okkar hefur verið mjög dugleg við að halda inn í umræðinni, taka upp á þinginu, skrifa greinar og er alveg frábærlega gott mál. Við viljum framlengja og útvíkka séreignarsparnaðarúrræði. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Það hefur hjálpað tugum þúsunda Íslendinga og Íslendingar hafa frá 2013, þegar við settum það mál á dagskrá, ráðstafað meira en 130 milljörðum skattfrjálst út úr séreignarsparnaði inn á húsnæðislán. Þess vegna er skuldastaða heimilanna miklu betri heldur en áður hefur verið. Þessu viljum við halda áfram. Við viljum afnema stimpilgjöldin þannig að það sé auðveldara að kaupa sína eign, komast inn á fasteignamarkaðinn. Það er líka ákveðin, má segja, úreltur bara þröskuldur inn á húsnæðismarkað. Og við viljum að sveitarfélögin skili sínu í að koma með lóðir. Það þarf að gera það. Hér í Garðabæ, þar sem við erum núna, hefur íbúðum fjölgað 54% síðustu 10 ár. En undir Samfylkingar Viðreisnarstjórninni inn í Reykjavík hefur fjölgunin eingöngu verið 18%. Þar hafa biðlistarnir lengst á sama tíma og börnum á leikskólaaldri hefur fækkað. Ímyndið ykkur. Og meðan við höfum hér í Garðabæ fjölgað á síðustu 3 árum leikskólaplássum 300, þá er Reykjavík, sem er 7 sinnum stærra sveitarfélag, bara kynnt plön að fjölga í framtíðinni einhvern 700. Við höfum hér á síðustu 3 árum fjölgað 300 og hér hafa foreldrar raunverulegt val. Þriðjungur barna fer til leikskóla þar sem að einkaaðilar koma að rekstrinum. Þriðjungur. Og þetta er verið að gera á sama tíma og önnur þjónusta er í lagi. Þetta er ekki bara vegna þess að við erum með frábæran bæjarstjóra hérna í Garðabæ. Það auðvitað hjálpar. Það hjálpar líka að vera með meirihluta í bæjarstjórninni. Og svo er dóttir mín formaður leikskólanefndar. Það var líka, þetta var of freistandi. En þessi gæðamunur er bara svo augljós og við hljótum að benda á það. Ímyndið ykkur, í Reykjavík eru menn komnir í svo vonda stöðu að þeir eru hættir að taka þátt í þjónustukönnunum, eins og þá bara hverfi vandamálið. En hér, í þessum bæ, hér eru íbúar mjög ánægðir. Þetta er bara einfalt. Þar sem sjálfstæðismenn eru í meirihluta, þar er meira byggt, þar er þjónustan tryggð, gjöldin eru í lægri, en þar sem Viðreisn, Samfylkingin og þeirra fylgitungl bera uppi vinstri stjórn, þar er minna byggt, þar er þjónustan verri, þar eru álögur hærri og umferðartafir. Fækkun daggæsluplássa, ímyndið ykkur, fækkun, ekki fjölgun. Og við skulum ekki láta segja okkur, og landsmenn mega ekki láta segja sér, að það muni einhver allt önnur lögmál gilda þessi mál þegar að þessi sömu flokkar komast að stjórninni í landsmálunum. Við munum halda áfram uppteknum hætti. Ég talaði hérna ýmislegt sem að mun gagnast yngri kynslóðunum, en ég vil líka segja við erum að horfa til allra kynslóða. Við ætlum að halda áfram að hækka frítekjumark
atvinnutekna hjá ellilífeyrisþegum vegna þess að okkur finnst að vera frumskylda okkar að styðja fólk til sjálfshjálpar. Þetta er eitthvað sem við höfum alltaf talað í Sjálfstæðisflokknum, að standa með fólki sem vill bæta sín kjör. Við verðum að greiða götu þess enn frekar. Við höfum hækkað frítekjumörkin og við ætlum að halda áfram að gera það. Við viljum líka gera starfslokin sveigjanlegri. Það skiptir verulega miklu máli. Við viljum koma almennri hreyfingu á uppbyggingu hjúkrunarrýma og ég verð bara að halda því til haga hér að við erum búin að gera mikla kerfisbreytingu sem að Þórdís og Willum skrifuðu undir og tilkynntu hér í janúar þessu ári, þar sem við ætlum að brjóta dálítið hlekki kerfisins af þessu og ætlum að fara í miklu dýpra, meira alvöru samstarf við þá aðila sem hafa verið að byggja ódýrar heldur en ríkið hefur getað gert og veita jafngóða eða betri þjónustu og ríkið hefur getað gert. Þetta skiptir verulega miklu máli. Þetta er ein af ástæðum þess að ég trúi því að okkur muni takast að byggja mikinn fjölda hjúkrunarrýma á komandi árum. Og við viljum gera fleira. Við viljum helminga erfðafjárskattinn sem að var 5% áður en hann var hækkaður af Jóhönnustjórninni 10%. Við byggum síðan til miklu hærra frítekjumark og við viljum fjórfalda upp í 20 milljónir. Síðast í dag heyrði ég af fólki sem var að kvarta undan því að vera að borga einhvers konar upptöku skatta því að lágar fjárhæðir voru að fara milli kynslóða. Síðast í dag, mjög raunhæft dæmi. Það er sanngirnismál að hækka frítekjumörk erfðafjárskatts upp í 20 milljónir. Best verður þetta að afnema skattinn, en ef við erum ekki með hreinan meirihluta á þinginu, þá held ég að þetta sé gott næsta skref. Svo spyrja menn þegar við tölum þessi mál. Hvernig ætlum við að fara að þessu? Hvernig er hægt að bæta afkomu ríkisins, tala að þið ætlið að ná jöfnuði en á sama tíma að lækka skatta? Og svarið blasir í raun og veru við. Það eru í raun og veru bara vinstri menn sem einhvern veginn þurfa ný gleraugu eða eitthvað. Þeir bara sjá þetta ekki, að ef þú ert með lágar álögur þá stækkar kakan og stærri kaka þýðir að það er að vera til fleiri störf, það eru meiri umsvif, það er meira verið að fjárfesta, það er einfaldlega verið að búa til stærra hagkerfi sem að skilar tekjum til ríkisins. Og stærra hagkerfi þýðir ekki nauðsynlega að opinber útgjöld þurfa að vaxa með. Þvert á móti. Við höldum aftur af útgjöldum ríkisins á sama tíma og hagkerfi stækkar, þá verður allt svo miklu auðveldara. Þá lokast fjárlagagatið og við eigum meira til þess að verja í góða opinbera þjónustu. Og við ætlum að gera svo margt annað, kæru vinir. Við ætlum að nýta gervigreindina, bestu tæknilausnir á stafvæðingu til þess að geta gert enn meira á svo mörgum sviðum bæði hjá hinu opinbera og annars staðar viljum við gera það auðveldara. Við höfum verið að gera það til dæmis með því að auðvelda þinglýsingar fyrir alla landsmenn. Þetta er bara augljóst dæmi það sem er næst á dagskrá hjá okkur. Stundum er sagt að það geti stemt í taktíska kosningu. Þá var svolítið talað að það hefði verið taktískt kosið í vor. Ég held að eina raunverulega taktíska kosningin sem að getur farið fram núna er bara stærri Sjálfstæðisflokkur. Það væri góð taktík. Það væri góð taktík fyrir alla landsmenn. Nú, kæru vinir, ég er með alltaf hjá mér þessa öflugu stefnuskrá okkar og það er auðvitað freistandi að nota tækifæri hérna fyrir framan svona mikinn mannfjölda að fara ofan í einstök mál. Það er auðvitað ómögulegt að gera það, en ég hvet ykkur til þess að fara inn á xd.is og skoða stefnuskrána sem við erum að kynna fyrir þessar kosningar. Ég ætla að leyfa mér hérna undir lokin að nefna samt nokkra þætti. Við ætlum að treysta landamærin vegna þess að við viljum að það sé áfram góð öryggistilfinning í þessu landi, að við búum í öruggu landi, að við höfum ekki áhyggjur af því að það séu glæpir í okkar næsta nágrenni eða ef að börnin okkar eru í miðbænum helgar að það sé ástæða til þess að vera andvaka yfir því. Við verðum að sýna það í verki að við ætlum að berjast gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi. Við ætlum að ná í skottið á því fólki, fangelsa það þegar það á við og vísa úr landi ef svo skiptir. Það er alveg klárt mál. En við þurfum líka að huga landamærunum í stærra samhengi. Við erum ennþá með allt of mikinn kostnað vegna hælisleitendakerfisins og við höfum verið með öfluga dómsmálaráðherra hvern og eftir öðrum. Þeir hafa mætt mikilli fyrirstöðu í þinginu. Samfylkingin, Viðreisn, þau sátu bara hjá í atkvæðagreiðslunni í sumar, skiluðu auður sem sagt
en þykjast núna vera með öll svörin. Það er mjög ódýr pólitík. Og það var ekki síst vegna þessara mála sem að ég sá fram á það að það væri ekkert vit í því að klára þennan þingvetur allur í þessu stjórnarmynstri. Við finnum fyrir því öll í þingflokknum okkar að við þurfum að komast í nýja borgarlega ríkisstjórn sem hefur þessar áherslur sem að við höfum verið með á lofti alla tíð. Og þó að við höfum tekið þátt í stjórnarsamstarfi sem að byggði bara einfaldlega á niðurstöðum kosninga, við þurftum að vera raunsæ, stærsti flokkurinn, taka ábyrgð á því að mynda ríkisstjórn og halda áfram að stjórna landinu, þá þýðir það ekki að við sættum okkur við vinstri stefnu. Við erum að reyna ávallt að vinna í þágu fólksins í landinu. Núna sendi ég boltan til fólksins í landinu og við erum að segja við kjósendur, komiði með okkur í það verkefni að ryðja brautina fyrir nýtt framfaraskeið á Íslandi. Við erum með dauðafæri í raun og veru í höndunum. Það eru öll ytri skilyrði til staðar. Það eina sem má ekki gerast er að menn fara að rykkja í stýrið og fari einhverja vegleysu sem að leiðir ekki til neins, hefur aldrei leitt til neins annars heldur en stöðnunar. Dæmin eru til þess að varastu, ekki satt, úr fortíðinni. Við munum ekki gefa afslátt af þessum grundvallarmálum okkar. Við trúum því að það sé hægt að gera mun betur í heilbrigðiskerfinu sömuleiðis og það þurfi að laða fólk heim sem er að mennta sig til þess að taka þátt í íslenska heilbrigðiskerfinu. Við getum aukið mikið nýsköpun þar og við verðum að hverfa frá kreddum að ríkið þurfi að koma með allar lausnir. Og menntastefnan okkar nýja, hún er frábær. Jón Pétur kom hérna til liðs við okkur eins og stormsveipur inn í Reykjavík og það fylgdi því mikill kraftur og skömmu síðar fæddist hér 20 punkta menntastefna sem við erum stolt af því að tala fyrir og kynna allt land. Þetta eru góðar áherslur. Við skuldum fjölskyldunum í landinu það að vera með einhverja raunverulega mælikvarða það hvað er að gerast á hverjum tíma í skólakerfinu hjá okkur. Þannig að við vitum hvernig árangur er að þróast frá einum tíma til annars. Það er algjört grundvallaratriði. En það eru líka fjölmörg önnur atriði eins og varðandi símanotkun í skólum og samstarf með foreldrum og að efla kennara. Auðvitað viljum við að það sé þannig á Íslandi að það sé svo eftirsótt að verða kennari að það komist mun færri að en vilja. Það er almennt einkennandi fyrir þau menntakerfi sem að standa fremst að það sé framúrskarandi spennandi og eftirsótt að koma og kenna. Og við þurfum þess vegna að huga að heildarumhverfinu og þetta fjallar menntastefnan okkar. Og ég geti haldið svona lengi áfram að tína upp einstök stefnumál en ég bendi á heimasíðun okkar og ég bendi á frambjóðendur okkar allt land til þess að taka dýpra samtal. Ég ætla bara að lokum að segja þetta, ég er þakklátur hverju og einasta ykkar og líka ykkur sem eruð að horfa. Vegna þess að við finnum fyrir þeim stuðningi, við þurfum á okkur að halda og við skulum nota næstu 10 daga til þess að sýna öllum landsmönnum hvers konar breiðfylking Sjálfstæðisflokkurinn er þegar hann stendur saman, þegar menn snúa bökum saman. Og ég skal segja ykkur hvers konar breiðfylking það er. Það er ósigrandi breiðfylking. Já, og í því samhengi, í þeirri breiðfylkingu eru engir aukaleikarar. Það eru allir í lykilhlutverki og ég ætla að ljúka þessari ræðu á orðum sem eru mér alltaf ofarlega í huga frá því að ég var að fara að keppa landsleik með 21 árs landsliðinu einhvers staðar fyrir utan Sevilla á Spáni á sínum tíma. Og þangað kom sendiherra Íslands sem var staddur í París, Albert Guðmundsson. Og hann kom inn í búningsklefann til okkar strákana. Og hann lét okkur vita að þegar við færum út á völlinn, þá mætti enginn sjá hik í augunum á okkur. Ekki nokkuð maður. Við ættum að vera algjörlega vissum að við verum að fara út í þennan leik til að sigra hann. Og svo fylgdu mörg digur og uppörvandi orð, en þessari góðu ræðu hans lauk hann á þessum orðum hér sem ég gleymi aldrei. Og ég segi við ykkur, farið út og sigrið!